Samtök áhugafólks spilafíkn spurði á dögunum rektorsframbjóðendur afstöðu þeirra varðandi spilakassareksturs Háskóla Íslands og mögulegar lokunar á rekstrinum. Alma Hafsteinsdóttir, formaður samtaka áhugafólks spilafíkn, kallað SOS, segir í samtali við Stúdentafréttir að hún hefði viljað fá sterkari viðbrögð frambjóðenda og meiri umræðu lokun spilakassa í kosningabaráttunni. Happdrætti Háskóla Íslands tæplega 100 ára en það stór tekjulind skólans. Það sér rekstur spilakassa og skafmiða. Spilakassarnir starfræktir undir heitinu Gullnamann og má finna á 22 stöðum víðsvegar landið. Hagnaður Happdrættis Háskóla Íslands nam rúmlega 2 milljörðum króna árið 2023. Hagnaðurinn fer í að reisa nýjar byggingar háskólans og viðbætur á þeim eldri. Alls hafa 24 byggingar verið reistar fyrir tekjur af Happdrætti Háskóla Íslands. SOS stóðu fyrir hádegisfundi í tengslu við komandi rektorskjöri í vikunni. Var það í samstarfi við kennara og nemendur sem vilja að skólinn hætti rekstri spilakassa. Frambjóðendur í rektorskjörinu voru sérstaklega boðaðir en aðeins einn frambjóðandi mætti, Magnús Karl. Alma, formaður SOS, segir það ekki hafa komið á óvart að aðeins einn frambjóðandi hafi mætt. Að sögn Ölmu hefur verið skautað fram með þessum málaflokki innan háskólans í fjölda ára. Háskólinn hefur sætt mikillar gagnrýni vegna starfsemi Happdrættis Háskóla Íslands en það raunhæfur möguleiki að skera á reksturinn. Það bara eiginlega verður að gera það vegna þess að það er svo mikið rannsóknum sem að sýna hvað þetta sé hættuleg starfsemi Því að þetta fer afskaplega illa með fólk sem ánetjast svona spilakassum. Þess hefur það sýnt sig að spilakassar sérstaklega þeirri tegund sem Happdrætti Háskólans rekur, hættulegast að gera á svona fjárhættuspilastarfsemi.